Þetta Sjallinn á Akureyri sem flestir landsmenn kannast við. Íslandshótel sem reka Fosshótel-keðjuna hafa falið arkitektastofunni Kollgátu á Akureyri að hanna allt að 120 herbergja hótel á Sjallareitnum. Teikningar hótelsins liggja nú fyrir í stórum dráttum. Framkvæmdastjóri Fosshótela segir að ekki hafi verið tekin formleg ákvörðun framkvæmdir, byggingin sé háð samþykki bæjaryfirvalda og að ýmsum öðrum þáttum þurfi að huga áður en ákvörðunin tekin, en lítum á teikningarnar. Ingólfur, þetta eru 4 hæðir og svo eindregin hæð. Já, það rétt. Þetta eru aðkomu hæð og 3 hæðir með herbergjum og svo 4. hæðin eindregin þar sem eru aðeins stærri svítur og spa á eindregnu hæðinni. Útliti byggingarinnar, hvað var það sem að þið höfðu fyrst og fremst í huga? Já, það náttúrulega eins og alltaf í þessu, þá maður auðvitað að hugsa umhverfið. Við erum hann í miðbæ og þurfum að taka tillit til umhverfisins alltaf að einhverju leyti og svo eru auðvitað oft á tíðum kvaðir í skipulagi sem maður þarf að fylgja. Og svona þegar að því náð þá auðvitað þurfum við að huga að þörfum eigandans og þar er auðvitað ýmislegt sem að kemur fram og kemur upp og bæði þarfir útsýni og þarfir klæningar sem að ekki þarf að eyða miklum peningum í að halda við og ýmislegt í þeim dúr og einhvers staðar þarna á milli allra þessara atriða þurfum við svona að reyna að finna leið til þess að gera húsið svona nokkuð snoturt eins og hægt og ekki of glannalegt en svona kannski áhugavert. Verður Sjallinn þá rifinn? Já, Sjallinn gamli verður því miður rifinn og hann er auðvitað svona, það hús er svona barn síns tíma og hefur auðvitað þjónað því hlutverki mjög vel sem það hefur verið í en hótel þess eðlis að þar eru kröfur töluvert mikið aðrar og erfitt að uppfylla það nema með gríðarlega miklum tilkostnaði með gömlu húsi. Þannig að það er eina leiðin í raun. Ef þú sýnir mér aðeins ofan á hótelið, þessi eindregna hæð, hún gerir það að verkum að þarna skapast líka mikið pláss, þarna verða heitir pottar og svo framvegis. Já, þarna í raun þessum armi hússins sem að snýr eins og Sjallahúsið snýr í dag, þessum austur-vestur armi. Þar er svona áætlað eins og sakir standa að verði spa með heitum pottum og sánaklefum og hvíldarherbergjum og einhverju slíku. Og síðan á norður-suður arminum, þar verði þá svítur og herbergi sem að hafa þá svona þann lúxus að vera með svalir, einkasvalir og geta komist svona prívat aðeins út fyrir vegg og njóta sólarinnar. Og þarna náttúrulega verður útsýni til allra átta. Já, þarna er auðvitað töluvert gott útsýni. Þetta er svona, þó ekki hæsta húsi í miðbænum en þetta er auðvitað með svona hærri húsum í miðbænum. Þannig að útsýnið er mjög gott og bæði útfjörðin til norðurs á kvöldin og svo ekki síður upp í fjall og skíðaljósin á veturnar og svo inn fjörðin eða fram fjörðin, þannig við skott að fara rétt með og í áttahofi og inn á poll og þannig að já, útsýni verður eiginlega þarna má segja í allar áttir og flestir gestir ætti að finna eitthvað áhugavert að horfa út gluggann. En það verður þarna bílakjallari?
Já, svo er í raun og veru þessar sem sagt, eins og ég sagði, 4 hæðir og 5. hæðin inndregin og svo er kjallari undir öllu húsinu og bílakjallari með innkeyrslu hér niður ramp frá Geislagötunni undir í raun og veru húsinu öllu og veröndinni hér að stórum hluta. Þannig að Hérna verður þá síðan svona nokkuð svona bakgarður eða hvað? Já, hér verður í raun og veru svona skjólgóður og sólgóður suðvestur garður með þar sem að veitingasalir á jarðhæðarinnar munu njóta góðs af því á góðri stöðum að geta farið þar og opna þar út fyrir gesti gangandi. En þessir gluggar hérna sem þið setjið, þetta bara svona fyrir útlitið eða? Já, svona auðvitað einhverju leyti, en tilgangurinn nú þó kannski fyrst og fremst að skapa þarna ákveðnum herbergjum á hverri hlið hússins, svona auka útsýnis pall, ef svo má kalla. Þetta eru þá svona útbyggðir í raun gluggar sem hægt að sitja út í og með kodda og góða bók og horfa upp í fjall eða horfa yfir pollinn eða norður út fjörðinn á kvöldin á sumrin við sólsetur og auðvitað eins og þú nefnir að svo kannski gefur þetta okkur tækifæri til þess að svona gefa húsinu svona einhverja áhugaverða fleti án þess að kannski að vera of glannalegir. Við erum auðvitað eins og sagði, erum í miðbæ og þetta verður auðvitað alltaf áberandi hús og þá þarf svona að finna einhverja hógværa leið til að vera með áhugavert hús. En þarna verða væntanlega veitingastaðir og fundaaðstaða og svo framvegis sem að prýðir gott hótel. Já, það er ætlunin eins og þetta stendur í dag, þá er ætlunin að á fyrstu hæð verði morgunverðarsalur fyrir gesti hótelsins og auðvitað lobbyið og móttakan öll. Síðan verði morgunverðarsalur og bar og svo verði að hluta til í raun og veru vestur hluta fyrstu hæðarinnar verði rými til útleigu fyrir einhvern rekstur sem hentar vel í svona návígi við hótel. Að hanna eitt svona hótel, það nú töluvert öðruvísi heldur en að hanna eitt stykki raðhús. Já, það er töluvert flóknara og það er auðvitað, það má auðvitað segja kannski að hótel sé að einhverju leyti svona snúist kannski svona í grunninn lógistík að koma fólki inn og út þægilega og á sama tíma aðföngum og starfsfólki inn og út úr húsinu og þetta þarf allt að harmonera saman án þess að kannski að starfsfólk og gestir blandist of mikið og þannig að já, það getur verið ansi snúið að koma þessu öllu heim og saman en við erum með verkkaupa sem er afskaplega auðvitað vanur hótelbyggingum og þeir hafa mikla reynslu hjá Fosshótelum og það hefur verið mikil ánægja að vinna með þeim að þessu og hefur gengið vel að púsla þessu öllu saman.